Í fornu Kína var hershöfðingi virtur fyrir skarpan hug sinn og marga sigra. Einn daginn hótaði stór innrásarher, miklu stærri en hans eigin, tilveru ríkis hans. Ráðgjafar hans, sem voru áhyggjufullir, bjuggust við því að hann myndi strax þróa stóra, árásargjarna stefnu. Þeir hvöttu: hershöfðingi, óvinurinn er við hliðin okkar. Við verðum að ráðast tilbaka strax. En hershöfðingi gerði eitthvað óvænt. Hann sat einfaldlega í tjaldi sínu, rólegur og kyrr, í 3 langa daga. Hann hugleiddi, skoðaði ítarleg kort, hlustaði á skýrslur og horfði á hermenn sína þjálfa sig með rólegum augum. Ráðgjafar hans urðu sífellt áhyggjufyllri. Þeir hvíslaðu að frægi hershöfðinginn þeirra hefði kannski elst mist skerpu sína, eða jafnvel hugrekki sitt. Þeir óttuðust að aðgerðaleysi hans væri merki veikleika sem leyfði óvininum að ganga nær og nær á mótspyrnu. Þetta var algengur misskilningur, mikil blekking sem blekkti alla. En hershöfðingi var ekki að gera ekki neitt, hann var að fylgjast, djúp og þolinmóður. Í djúpri kyrrð sinni tók hann eftir mikilvægu smáatriði sem enginn annar sá. Risastórar bitvalínur óvinarins voru ótrúlega langar og lágu í gegnum þröngan, erfiðan fjallapass. Hann áttaði sig á því að mikil stærð þeirra, sem virtist vera styrkur þeirra, var líka þeirra mesta veikleiki. Hann sá einnig fyrir sér hvernig væntanlegur stormur myndi fljótlega gera þennan fallna fjallapass alveg ófæran. Í stað þess að hætta á hrikalega og kostnaðarsama baráttu sendi hershöfðingi lítinn, mjög þjálfaðan hóp til að loka hljóðlega viðkvæma fjallapassan. Skertir af öllum mat og vatni drógu risastóru innrásarlið, ringlað og niðurbrotið, sig fljótlega tilbaka án einnar stórfenglegar baráttu. Kyrrð hershöfðingi hafði gert honum kleift að sjá það sem ringulreið og læti höfðu hulið öðrum. Þetta var ekki aðgerðaleysi, heldur djúp, innsæi athugun. Sannur kraftur var ekki í því að flýta sér í átök, heldur í rólegri einbeitingu sem afhjúpar falda sannleika og leiðir til óvæntra sigra. Hvaða falda sannleika getur það að umfaðma kyrrleitt í ljós í þínu eigin lífi? Gerðu áskrifandi að Íselandi hefur fyrir fleiri góðsagnakendar sögur.